Góðan daginn, gott fólk. Og hvað sé ég í dag? Gleymd að kveikja þessu. Það gleymist alltaf einhvað, maður. En við ætlum að kveikja einu kerti á. Og hérna síðan, við erum slökið á. Síðan þessu hér. Við ætlum að lofa drottinn smá, svo tilverðan verði ekki grá, með eitthvað svoleiðis. Við erum stödd í biblíuþættinum okkar, sem númer 111, 112. Þetta telur allt, vegna þess að það haldið áfram með verkið og það þarf með staðfest, fyrir mér allavega, að Guð tjaldar ekki til einna nætur. Og ég er búinn að sjá það, ef hann vill hefja verk, þá skaltu reikna með því að það standi lengi. Og hafa hann kallað þig í verkið, þá skaltu líka reikna með því að þú verðir jafnvel mjög lengi við það. Kannski ævin út, ég veit það ekki. En þessi þáttur, hann númer 111-12, mann ekki hvort Hann sér hann búinn að vera vikulegur, svo gott sem vikulegur í allan þennan tíma. Þetta í sjálfu sér engin árangur. Þetta bara einhvað sem að gerist af því að þú heldur áfram við það. Og árum seinna ertu enn við það. Og náttúrulega fjölgar þáttunum í samræmi við þetta, engin árangur, þannig að það er ekkert afrek, kannski árangur en ekkert afrek, þú ert bara í þessu. Að þú tekur þetta alvarlega sem drottinn kallaði til að gera og, sem nú líka mjög merkilegt, að þú hefur byggt upp í þér trúfesti eða leyft drottni að byggja upp í þér þessa trúfesti og þetta bara partur af þér að gera þetta. Og þá erum við komin á góðan stað með sjálfu okkur því að Guð vill trúfesti við það sem hann að gera, einkum og sérlega í það. Því hann gæslumaður okkar og hann sem gæslumaður ekki á sama stað og menn almenn. Því að þó hann vilji gæta þín og allt það og geri það, þá hefur allt frelsræði sjálfur og sjálf. Það verður aldrei tekið frá þér. Og þú velur alltaf að gera vilja Guðs eða ekki. Og þetta gerur á hverjum degi, það minn vilji að koma hingað og gera þetta verk, en ég get hafnað því, ég get sleppt því. En það ekki vilji Guðs að sleppa því. Og það hef ég reynt, þess að ég stundu talað að þá langar mig til að sleppa þessu núna, ég nenni því ekki, en samt hef ég alltaf látið undan. Að því svo hefur aganum tekist til með þennan mann að færra svona verður eftir af því sem ég á að gera. Og þetta kannski geta menn sem að þekkja mig staðfest. Að einhver breyting að þessu leyti nú orðið á hjá þessum. Þetta ekkert annað en Guði í verki og ég sem skilaði betur hvað Guð vill að ég geri. Ég get ekki talað fyrir þig, en ég get talað fyrir sjálfa mig og ég veit hvað Guð vill að ég geri. Það mikilvægt að við vitum það. Og eins og við líka talað og þú kannski veist, að þá þetta ekki þáttur beinhörð biblíufræðsla. Nei, heldur þáttur sem hvetur þig, einstakling, að orði Guðs, eins og við oft talað hér. Og það mikilvægt, vegna þess að þú ert einstaklingur sem Kristur dó fyrir. Hann gaf þér allt sem þarf
til þess að þú geti gengið þennan veg hnökralaust. Sem sagt, þú ert ekki skilin eftir munaðarlaus. Þetta getur við sagt að sé bara, já, foreldrið þitt, má segja. Sem leiðbeinir þér, sem leiðsegir þér, sem sýnir þér hvernig þú átt að gera og vera áfram Guði velþóknarleg manneskja. Og hver trúaður maður eða kona vill ekki vera Guði velþóknarleg manneskja. Og hver neitar því að þetta sé bara gagnslaus bók, hver játa, ok. Hver hérna tekur ekki undir það að þetta sé gagnleg bók fyrir líf manns, trúalíf manns. Ég held að sú manneskja sé ekki til sem á annað borð hefur meðtekið trú. En ég veit hins vegar að það er ekki allir sem meðtaka trú. En þeir sem eru þarna, þeir hafa gert það og þeir hafa sýnt að þeir og sanna með því að vinna þessi verk og stunda þessi verk til að efla sig í trúnni. Það snýst alltaf trú. Og þetta er magnað fyrirbrigði, trú er magnað fyrirbrigði vegna þess að hún er einhvern veginn svo nærri manni. Hún er miklu meira en nærri manni, hún verður partur af manni. Ég held að við getum alveg tekið undir það hvort með öðrum, að hún er það. Og þegar við komumst til trúa, þá sjáum við líka að við erum á leiðin eitthvað. Að ferðin er ekki bara þessi dag og annar á morgun, við erum á leiðin eitthvað. Við erum á ákveðnum vegi og hvert liggur þessi vegur? Við vitum hvert hann liggur. Til lífsins á himnum. Þannig að við erum ekkert að spyrja okkur lengur það hvert stefni. Við vitum að við erum með stefnuna til Jesú. Og við viljum halda okkur þar og við erum tilbúin til þess að gera það sem þarf til þess að þetta sé ekki neitt að ruglast hjá okkur. Það er mikill ruglingur í heiminum. Og stefnur, jafn margar og mennirnir eru margir. En þannig er það ekki hjá okkur þessum kristnu. Við erum á leiðinni til lífsins eftir lífsins vegi og hann er einn. Við erum samstillt orð Guðs. Og mikilvægi þess að vera vel að sér í orði Guðs. Þegar þú ert vel að þér í orði Guðs, ertu leið upplýst manneskja vilja Guðs fyrir þig. Og ef ég þarf það, og ég viðurkenni að þurfa það, þá þarft þú það ekkert síður heldur en ég og ekkert meira og heldur ekkert minna. Þetta er verkefni sem við erum í. Þetta er verkefni sem við fengum upp í hendurnar þegar við frelsuðustum. Og við erum frjálsar manneskjur í dag og komnir á þann stað með okkur að við ljáum ekki máls og öðru en að Guð bara fái að vera með okkur, akta með okkur og vera partur á okkar lífi. Já, partur á okkar lífi. Við veljum það sjálf að hann sé partur á okkar lífi. Við viðurkennum það að því við leitum til hans. Við þiggjum ráðin frá honum og fáum að eta af hans borði og þetta er maturinn. Við sækjum í þetta bara eins og við sækjum í kjötið sem var eldað ofan í okkur eða við elduðum sjálf. En það var fyrir magan. Hitt er fyrir and okkar sem við viðurkennum að er raunverulega miklu mikilvægari að vaxi og dafni og þroskist heldur en hitt. Því að þó við sinnum því og gerum það, að þá samt hverfum við af þessari jörð. En það tekur eitthvað við. Þetta er það sem við vitum. En vissum ekki áður en að Kristur kom inn. Við sáum lífið og við horfum á lífið og við vitum að dauðanum. Og að hver maður skuli deyja, eitt sinn deyja. En við þurfum ekki að lenda þar og við munum ekki að lenda þar þegar Drottinn reis upp og hann gaf niður trú og nú ert þú trúið manneskja og ég er trúið manneskja og ég hef orð Guðs mér við hlið til þess að vaxa í þessari trú. Og ég vil bera ábyrgð sjálfur á minni trú. Ég vil ekki vera einn af þeir sem er bara mataður af öðrum. Ég vil bera ábyrgð á minni trú.
eins og ég hef alltaf vilja bera ábyrgð á mínu lífi sjálfur. Ég hef aldrei vilja að aðrir væri neitt að bera ábyrgð á mínu lífi. Og ég seti þess að svo og ég tek sama pól í hæðinni hvað trúna mína varðar. Ég vil bera ábyrgð á henni sjálfur og þegar maður talar svona þá loka maður hringnum með því að vera vel að sér í orði Guðs. Þannig ég til að mynda að fara á stundir og elska að fara á stundir, en ég ekkert að fara á stundir til að heyra frábæra ræðumanni tala. Hann þarna, vissulega, en ég ekkert að koma vegna hans. Ég að koma vegna þess að þetta staður sem Drottinn útbjóð fyrir mig til að vera á með öðrum kristnum mönnum. Og það allt framborið sem að ég þarf til að uppörvast og hvetjast. En megniði að kennslunni minni fer fram, þegar ég bara heima. Að sinna mínu verki þar og ég geta. Og þetta ekkert rangt að tala svona því að í mér býr heilagur andi. Það hann sem líkur upp fyrir mér orðu Guðs. Það ekki rétt. Og þegar ég að lesa orð Guðs og þú líka sem trúi manneskja, þá koma orðin úr þessari bók og stundu stökkvaði á mann. Og þegar maður tala svona, þá eitthvað orð sem að vekur manni áhuga. Það opinberun. Að við erum að lesa þetta sjálf, þá fáum við líka opinberun. Drottinn heiðrar sitt fólk sem að gera það sem hann krefst af okkur. Og hann krefst þess af okkur að við sinnum þessu verki. Krefst þess, hann gerir það. En hann ekki harður húsbóndi, hann ekki með svipu, hann ekki með bendandi fingur eins og ég og þú værum til með að gera. Hann ekki svoleiðis. Hann bara setur fræðsluna fram og ætlast til þess að ég bara geri það sem að fræðslan að hvetja mig til að gera og trúin í mér, hún vex og ég skila í betur hvað átt við með þessu og hinu. Og ég fer að gera það. Ekki til að þóknast neinum, heldur vegna þess að ég vil bara þóknast á sjálfu mér og minni trú. Til þess þetta nú allt. Ég veit að einn daginn fer ég. Það veit allir menn að einn daginn fara þær. En ég vil vera viss. Ég á þessari leið. Og ég vil ganga svo frá málum að þessi vissar bara fylgi mér frá degi til dags. Jésu í mínu hjarta. Þess vegna ég að styrkja mig í trúnni og ég les orðið, stúdera orðið, pæli orðinu, að ég vil vera viss. Þetta það sem Drottinn vill gefa hverju og einu, en eftirlætur hvern og einn að taka við eða hafna. Við getum hafnað þessu öllu. En ég vil að taka við því sem Drottinn hefur handað mér. Ég hafna mörgu, það rétt, en ég hafna engu af orði Guðs. Það hef aldrei gert og svo hjálpi mér Guð að ég geri það áfram. Því að þetta vilji Guðs. Við erum á leiðin einhvað. Við erum líka aðdóa það, hann stendur vörð líf mitt og ekkert minna það, við erum líf mitt. Ég lifandi manneskja hér á jörðinni, en ég lifi þar aðeins og skamma hríð og svo ég farin, sofnaður. En það samt eitthvað í mér sem heldur áfram og deyr ekki. Og ég vil ekki enda það sem ekkert eymdin og voðalegið Þess vegna á ég til Jésu núna og hann með stað fyrir okkur í ríki sínu og heimnum. Og ég og þú erum á leiðin þangað og við ætlum ekki að veiklast í þessari trú okkar, við ætlum að gera það sem þarf. Og bókin svona, brýningin okkar. Þar fáum við alla kennslu sem við þurfum. Miklu meira fáum við hana það að héðan beint úr bókinni en nokkuð tíman úr púltinu. Því að þú ert ekki fyrir fram á púltið nema kannski einu sinni tvisvar í viku. En þú ert alltaf með sjálfum þig. Og sumir nota tíman með þessi vinnunni svona stund gert að líta í orð Guðs.
En flestir lesa orðið heima þegar þeir koma heim. Því að það er aðal kennslustaður hvers manns, það er heimilið hans. Það er að segja ef að menn rækja sinn Guð með réttum hætti, því að þó að þú seti einn eða einn, þá er Guð með þér, Jesú er með þér. Og hann hvetur þig alltaf að þessu borði. Hann lætur aldrei hjá líða annað en að hvetja þig að sínu borði. Og þetta er borðið hans. Þar er þessi bók. Þar er naktar brunnurinn okkar. Þar eru orð sem að hvetja mig og kenna mér og kannski stundum áminna mig. Og það við verðum að taka því þó við fáum inn á milli áminningu. Því að það mun gera okkur gott, það er að segja við leifum henni að verða þessi áminning en bregðustum ekki ókvæða við og höfum þó eyðilagt áminninguna. Við verðum að og það er að eyðileggja allt með röngu viðbröðum. Og hver ræður því? Hver nema ég sjálfur? Þess að það þurfum að lúta aga Guðs og umfram allt vita hver hann er þessi Guð. Og af hverju við erum að gera það sem við erum að gera. Af hverju við erum að stunda þetta orð tíma og í ótíma í raun að veru. Af hverju við erum að gefa okkur tíma og hverjum einasta degi til að taka okkur frá að lesa orð Guðs. Sumir hafa gert þetta alla sína trúargöngu og kannski gera það flestir á þess að ég veit það. Ég veit bara hvernig ég hef gert þetta. Ég hef lesað á hverjum einasta degi svo gott, já, og hverjum degi frá því að ég frelsaðist fyrst. Ég frelsaðist 89 sem ég oft talað um. Þannig að dagarnir og stundirnar eru orðnar mjög margar sem að maður hefur verið yfir þessari bók. Og ég sé ekki eftir mínútu þar. Stundinni ræði ég alveg sjálfur. Ég ræði sjálfur hvenær ég hef hana og ég ræði sjálfur hvenær ég líka henni. En ég reyna að gera þetta á hverjum degi. Og ég að hvetja menn, og þessi þáttur er til þess að hvetja menn að þessu borði sem heitir Biblían. Eins og við höfum oft sagt hér, þá er þetta ekki biblíukennsla sem slík. Þetta er svona hvatning til þess að gera þessi verk sjálfur, læra sjálfur og treysta Guði og andanum í sér til þess að hann útskýri þetta eins og hann vill útskýra þetta. Og útskýringi frá andanum heilaga er rétt. Við getum ekki efast um það og megum ekki efast um það. Já, við erum í Hóseabók, 13. kafla, 4. versi. En ég drottin er Guð þinn, síðan ég geta landi. Og þú skalt engan Guð játa annan en mig og engin er frelsari nema ég, segir drottin. Ég annaðist þig í eyðimörkinni, í skraufþurru landi. Þegar þeir höfðu haglendi urðu sattir og fylltust roka og því gleymdu þeir mér. Akkur er þetta þarna? Af ástæðu, ærin ástæðu. Þegar vel fer að ganga, þegar við förum að hafa allt af öllu, og það er blessun að hafa allt af öllu, en þá er einn hængur á að við getum, vegna þess að við höfum það svo gott, gleymt Guði. Og þetta er alltaf að gerast. Þess vegna sér drottin sjálfur svo að það þrengi alltaf að okkur annars slagið. Og þegar það þrengir að okkur með þessum hætti, þá bregst það ekki að við leitum Guðs á nýjan leik. Þannig við sjáum, ef hans nýti ekki við til að gera verkin, hvar værum við í dag? Ég held við værum öll farin frá honum. Og enn aftur sjáum við það að hann heldur utan sína og gerir það með þeim hætti að frelsi mitt er ennþá og áfram virt. Jú, það þrengdi að mér, ég baði ekki það, en ég gerði rétt, ég leitaði til Guðs og fór að biðja til hans og tala við hann og gera það sem ég kannski var búin að
sleppa í einhvern tíma og kannski vikur og mánuði. En aftur komin á þann stað sem ég var á og byrjaði að vinna vinnuna þaðan, af því að það kom þrenging. Þannig við sjáum að þetta leiðir allt til góðs þegar Drottinn að gera verk. Því hann sér ekki eftir neinu. Hann sér ekki eftir því að hafa gefið þér leittir en bera nafnið Jesú í hjartanu. Hann sér ekki eftir því. Og þetta er alvara fyrir honum því hann vakir lífið þitt. Hann vil að það endi hjá sér í ríki Guðs, en hérna erum við á jörðinni. Og þá þurfum við að eiga þessa trú og allt það sem í kringum trúna, samfélagið, við þurfum að elska það, við þurfum að stunda það, við þurfum að vera í því og vera heiðarleg þar. Þegar Drottinn notar bara heiðarleikan í sínu húsi. Og svo þegar enginn sér, við erum einn, þá erum við samt að verki. Þá erum við að stúdera orðið. Þá erum við að vinna orð Guðs eins og við best kunnum. Og við erum ekki einn þar. Heilagur Andi hjálpar okkur við verkið. Af því hann elskar að sjá þig vinna þetta verk. Og hann er með þér. Vertu viss um það. Hann er Guð. Hann yfirgefur þig ekki. Eins og vorum að tala áðan, þá er hann að koma þér á ákveðin stað. Og hann ætlar að koma þér þangað lifandi. Og þess vegna erum við daglega trúið, þess vegna kallar hann daglega fram trúna í okkur og við lútum Drottni á hverjum degi og viðurkennum að við þurfum það eftir því sem að trúin vex í okkur. En ef við erum ekkert að gera, þá bara fjarar undan þessu öllu saman og við bara áfram eiginlega eins og heimurinn er. En Drottinn segir að við höfum að aðskilja okkur og líka það eru skilaboð, mjög merkileg skilaboð til mín og þín hvernig þetta virkar. Þú verður að taka þig frá og gera vilja Guðs. Þá verður að taka þig frá út úr kraðakinu og þvælunni sem heimurinn er fullur af og vex þar. En við viljum ekki vaksa þar, við viljum vaksa í trúnni, við viljum vaksa í þekkinginu á Jesú. Og þess vegna erum við að gera þessi verk, þess vegna erum við líka að hvetja mann og annan til þess að stunda þessa bók og vera ábyrgur fyrir sinni trú og sinni kennslu. Ekki að láta aðra bera ábyrgðina fyrir mann, það er rangt. Svo fyrir utan það þá getur enginn maður borið ábyrgð sem mér einum ber. Og þetta vill Drottinn að við lærum. Og við tökum við og nemum og göngum fram í. Og þá er þetta eftir trúin mín og Jesús og það sem hann á. Og ég er með bókina sem hann setti niður. Og treysti henni alveg fullkomlega fyrir því að vera gild bók andspænis Guði. Við verðum að muna það, eins og vorum að tala Drottinn er að koma okkur á ákveðin stað og hann ætlar að koma okkur þangað lifandi. Sem sagt við komum þangað með trúna á Jesú í hjarta okkar og trúin á Jesú í hjarta okkar opnar þetta hlið. Og Kristus segir, hei, þetta er minn maður, hleypið honum inn. Vegna þess að við gerðum okkar, við ræktum trúna okkar, við okkur áskotnaðist að vaksa í trúnni og verða stólpar kannski í ríki Guðs, getum alveg orðið það, og það er markmið í sjálfu sér. Er ekki gaman að vera stólpi í ríki Guðs? Það held ég, það sé bara mjög gaman. Og þetta getum við orðið hvert og einn, en við gerum það ekki með hangandi hendi, það er alveg ljóst. Við gerum það vegna þess að við erum að sinna okkar verki, við erum að gera þau verk sem að Drottinn setur og etur fram fyrir okkur. Já, fyrir mig sem einstakling, því ég er einstaklingur og hann ætlar að koma þessum einstaklingi alla leið til sín á himnum. Og það gerist þegar síðustu andardrátturinn hér hefur verið tekinn, ekki fyrir. Drottinn veit alveg daginn, en ég veit ekkert hann og langar ekki til að vita hann. En hér er ég enn og ég er ennþá með tækifæri til þess að vaksa eilítið í trúnni frá því sem var í gær. Og þannig eru dagarnir. Þeir eru merktir þessu. Og ég segi, ég verð að bera ábyrgð á þessu sjálfur. Ég þarf að vera manneskjan sem að vex vegna þess að ég hef gert það sem Drottinn ætlar mér að gera sem einstaklingi. Já,
Hann vakir yfir lífi þessa einstaklings. Ekki gleyma því hvernig þetta er. Þú ert einstaklingur, ég er einstaklingur. Hann vakir yfir lífi einstaklings til að koma honum inn fyrir. Og nú er dagur sem að mér gefst tækifæri á að auka aðeins fróðleik minn upp úr orði Guðs, en ég ræði þessu öllu sjálfur. Ef ég nenni því ekki, nú þá nenni ég því ekki. En að því að Drottinn hefur sett svolítinn aga í þennan gaur, mann, að þá sjaldnar lætur hann að þau letina yfirtaka sig. En við kennum það alveg fúslega að þurfa ofta að berjast við það. Þannig held ég að sé líka með þig. En við skulum ekki hafa áhyggjur af því. Því að Drottinn hefur ráðundir yfir hverju og hann gerir það sem þarf. Eins og vorum að tala áðan, það bara þrengir hann að okkur. Og það er mikil viska í því þegar Drottinn er að þrengja að okkur. Þetta er allt í kærleika gjörn. Þegar þeirra þrengir að okkur og við náttúrulega þá fer okkur að líða illa, þannig er það nú bara. Við förum alltaf þaðan úr þrengingunni beint í faðminn á Guði. Þetta er það sem hann er að kalla fram. En hann vill ekki þrengja hann einum. Hann vill bara dagarnir séu með þeim hætti að við séum bara lofandi Guð, já, sér hvern dag. En þá þurfum við að gæta okkur á nokkrum hlutum. Við þurfum að vera ærlegt fólk. Við þurfum að vera heiðarlegt fólk. Við þurfum að stunda heiðarleika og vera heiðarleika vafin. Það getum við. En við þurfum að velja það. Við þurfum að velja þetta í dag. Og þá verðum við þetta heiðarlega fólk, ærlega fólk. Þannig að við ráðum þessu allt sjálf. Hvernig allt saman fer hjá okkur ráðum við sjálf. Og það er þetta hvetja menn, það er í raun og veru eina sem maður getur gert, það er að hvetja menn. Þú skipar engum neitt. En þú getur hvatt menn og svo er það spurningi, hvernig ætlar að hvetja menn? Þú hvetur menn að þeirri leið sem þú þekkir sjálfur og þú veist að orð Guðs er þekkt leið fyrir kristinn mann að fara eftir. Og það er ekki nein umræða í raun og veru í gangi þetta, menn taka við þessu sem á annar borð vita hvað máli snýst. En það getur þurft samt að ýta menn að því besta sem í boði er. Og við veitum alveg hvernig menn eru. Að þeir eru ekki endilega uppteknir við það að fara stökkva beint í það besta. En með hvatningunni og ýtingunni þá er aldrei að vita um einhverju gerir það. Og þess vegna erum við að þessu. Við erum að hvetja menn í þeirri von að allavega einhverju fari og geri þessi verk því að við vitum öll hversu gott þetta gerir okkur. Lesa orð Guðs, fá fræðsluna til sín og opinberuna, það er yndislegt, þú færð ekkert betra en það. Og þetta þekkirðu vegna þess að þú ert manneskjan sem hefur margoft að reynt þetta, en þú veist allt hitt líka. Þú veist líka að það þarf stundum að ýta þér. Og þú ekki nennir þessu núna. Svona eru við menn. En við getum verið róleg. Drottinn er með okkur í gjörgæslu. Það hef ég margoft séð. Og hann er enn með okkur á leiðinni til lífsins. Mundu það, til lífsins. Þú sem einstaklingur endar í lífinu sjálfu hjá Jesú með trúnaðinn á vopni. Hver dagur er þjáningadagur því miður, en Drottinn er með þér í þjáningunni. Og trúin í þjáningunni getur alveg vaxið helling og kannski vex hún einna mest þá. Þannig að Drottinn veit alveg hvernig hann á að gera þetta með einn og sérhvern á okkur. Þannig það er ekki meira lagt á einn en annan, það er alveg á hreinu og Drottinn talar með þeim hætti. En stundum finnst okkur allir sleppa mjög vel en við alltaf í einhverjum þrengingum og leiðum. En þegar upp er staðið og svona við komstum út úr þessum aumingjaskap, að þá kannski held ég sjá nú ýmislegt annað.
En engin áfelli sé fyrir þetta því að við erum öll á þessu stað. Við erum öll veiklunda fólk sem að gerum axarsköft og ekki alltaf það sem er rétt og við vildum helst gera, en við getum saðlað og hætt því og ekki gert allavega sömu vitleysuna aftur, en við ráðum öll það. Við ráðum alveg hvort við höfum lært leksíun okkar eða ekki. Þess vegna er hvatningin sú að lærum leksíun okkar og breytum stefnu, breytum háttseminni. En við getum alveg búast til því að einhvers staðar á leiðinni þá byrji ykkur þvæla. En við getum allavega eftir okkar trú sem minnkar hættuna á þvælunni með því að lesa orðið, stúdera orðið, veri orðinu svolítið upptekinu við orðið. Og það er til þess að við séum svolítið upptekin af því, ekki bara endurum og sinnum heldur daglega. Er það mikið á manni lagt? Ég veit ekki það, en ég veit bara að þetta er nauðsynlegt. Og ég veit líka að það er hellingsvinna að vera trúið manneskja. Það er ekki einhver silfurfat sem kemur daglega til þín og etur á og máli dautt. Það er vinna og svo meiri vinna og ennþá meiri vinna. Það er þessi trú. Ef þú sættir þig við að vera annað en barn í trúnni, þá er þetta vinnan sem býður þín. Hún er öll í gegnum orð Guðs, því að það er leiðsögutæki þitt sem þér var gefið og þú ert að nota og þú viðurkennir sem gagnlegast af öllu sem þú ert í núna. Fyrir trúna, við veitum alveg hvernig það var, þá pældum við ekkert í orði Guðs. En það engin skilir til staðar í okkur til að gera það. En eftir að trúin kom, þá opnuð skáttirnar til heimis og orðið var þar og blasandi við þér. Og þú eignaðist þetta orð og þú lest orðið og gerir því skil og vilt gera því skil og mikil skil fyrir þig. Já, fyrir þig, ekki? Þetta er ekki eiginginni. Ekki ef þú hugsar þetta rétt, nei, þá er þetta ekki eiginginni, þá er þetta eitthvað sem er bráðnauðsynlegt fyrir þig sem einstakling og mig sem einstakling. Ég er þessi einstaklingur, þú ert annar einstaklingur, við trúum á sama Guð, en við þurfum að gera verkin sem kemur okkur áleiðis og það er misjafnt á milli manna. Sumir vaksa hratt og eru stólpar í ríki Guðs, aðrir vaksa hægt og ná aldrei þannig séð að verða þessi stólpar, en ef ég get orðið stólpi í ríki Guðs, þá getur þú það líka. Það er engin mannamunur þar. Drottinn er með og hann sér áhuga þinn, hann glæðir áhugan. Þannig úrverður eitthvað fallegt og öflugt í þér, eða í mér. Alltaf vinnu. Sá sem ekki vill vinna, segir orðið, á ekki mat að fá. Og þetta eru orða sönnu. Maturinn hérna er orð Guðs og þegar það er að næra þig og upplýsa þér, þá er það matur. Annars er þetta bara dauður boðskapur. Boðskapur. En þannig er það ekki, ef þú stundar það, þá er alltaf einhvað sem stekkur á þig og það umbreytist í vöxt, trúarvöxt fyrir þig. Þetta hefur maður marg ofta reynt sjálfur og ég veit að þú átt sömu sögu. Af því að þú ert að leggja á því vinnu við þetta. Sumir vilja ekkert vinna við þetta, heldur eitthvað annað. En það finnst ósköp gott og notalegt að koma í kirkju og heyra alla fallegu sálmana og söngvana og predikunin og ræðun og fyrirbenn og eftir og allt saman það var allt í lagi. En það er líka allt í lagi að hvetja menn til þess að gera aðeins meira en þetta og eiga svona stund fyrir sjálfan sig heima því að þú ert mest heima. Þú ert í vinnunni og þá ertu upptekið það, en svo ertu heima svona á kvöldin og þá getur alveg ef þú vilt, já ef þú vilt myndu það, stúdera orðið. Sumir gera það, margir gera það og flestir trúa þeir endar gera það. Líklega á kvöldin, sumir kannski áður þeir fara í vinnu. Það er svona misjætt hvenær menn rísa og fætur á morgnana. En ég hygg að flestir séu nú að því svona kveldi dags. Hvenær sem menn gera þetta, þá var samt mikilvægt og hægt að hæla það fyrir það að þeir eru þó við þetta. Ekki endurum og sinnum,
heldur með jafnir fastan tíma á hverjum degi. Og það er gott mál, því þetta snýst allt það að koma sjálfum sér á leiðarenda. Munum eftir þessu. Við erum á leiðin einhvað og leiðarendin er þarna. Og þá blasir við það sem við höfum sáð. Vá, dýrð Guðs. Við fáum laun, mikil laun eða lítil, ég veit það ekki. Kannski kom einhverju launalausir. Þeir kannski eru dregnir þarna eins og bara brunnin kólamóli. En það er ekki ásættanlegt og þannig þarf ekki að fara fyrir nokkrum trúuðu manni. Það er svona naumlega sleppa, rétt sleppa fyrir horn, það er ekki ásættanlegt. Við getum alveg hagað því þannig að við séum örugg, við séum róleg. Þess vegna erum við að hvetja menn á orði Guðs, því að það er staðurinn sem að trúarvöxturinn er á. Og þú vilt vaksa í þinni trú, en sumir virðast ekki átt að sjá því að þetta er vinna. Þetta er ástundun, þetta er reglusemi að gera þessa vinnu. En hún skilar alltaf árangri. Því að þú veist meira Guð, þekkir hann betur, þú ert ekki svo Filippus sem Kristus sagði Filippus. Ég er búin að vera með þér í allan tíma og þú þekkir mig ekki. Þetta eru ekki góð ummæli, þetta er ekki ummæli allavega sem ég vil fá. Ég við Guð það að maður hægir nú lífið sinu þannig að ég fái heldur ekki þessi ummæli. En hvað veit ég? Ég reynir bara að gera mitt besta og það er ekki nóg, þá er það bara ekki nóg. En þetta er allavega staðan. Við erum orð Guðs, hvert og eitt okkar á orð Guðs og við erum misjafnlega dugleg við að nema úr því. Ég er nú reyndar búin að vera frekar duglegu við það, en ég er ekkert að hæla mér neitt af því að þetta er bara eitthvað sem að Drottinn hefur sett í mitt hjarta að gera. Hann gaf mér elsku til orðsins og ég er mjög þakkláttur fyrir það að hafa þessa elsku til orðsins. Mjög þakkláttur fyrir það. Já, við skulum lesa hérna 27. kafla Matthísar Guðspjall, nokkur vers hérna. Að morgni gerðu allir æðstu prestarnir og öldungarnir samþykkt gegn Jesú að hann skyldi að lífi tekinn. Og þeir létu binda hann og færa brott og framseldu hann Pílatus í landshöfðingja. Þannig verið að taka Jesú okkar, þess að þetta er aðdragandana því að Jesú okkar verður þessi dýrð sem hann er í dag fyrir okkur. Þess að hann er tekinn að lífi, við vitum að hann er saklaus tekinn að lífi, að lúgóttar komu gegn honum og lögu upp á hann bara til þess að væri hægt að dæmandi dauða. Þeir voru ákveðnir í að hann skyldi deyja þessi maður og þeim varð ágengt í því og Kristur fer á krossin, en þeir þekkti ekki Guð, þekkti ekki mátt hans og afl, og Kristur er þarna á krossinum og deyr eins og aðri menn sem fara á krossin. Þetta var bara aftökustaður. En það sem þeir vissu ekki var að Kristur var Guðs sonur Guðs og Drottinn, Faðirinn, hafði afl og mátt þess að kveikja lífið í honum aftur. Það gerði hann. Og þeir horfðu á hann og lifna við. Og svo voru margir sem sá hann stíga upp til himins. Og þetta er svona, á lokum þá er þetta svona tákmyndin líka að með þeim hætti mun hann koma þegar hann kemur aftur tilbaka til þess að stofna þó 1000 ára ríki og það allt. Þannig að við erum ekkert vonlaus. Við erum von. Af því við tókum við Jesú. Jesú miskunnaði sig yfir okkur og gaf okkur að sjá veginn til lífsins. Og þetta er vegurinn til lífsins sem við erum á í dag. Við erum að hvetja menn til að eflast þar. Og þess vegna hvetjum við menn að orði Guðs og stúdera orð Guðs, vera undir afli orðs Guðs,
sem það getum við. Við eigum trú, við höfum allt í okkur til þess, við eigum bókina, lesum hana og verum upptekin í að lesa hana. Því að þá á hver maður að gera, í Jesú nafni. En það er komið að loku hjá okkur, þetta líður svo rætt, það er ekki að spyrja því. Konráð Rúnar Friðriksson kveður og verður hér að viku liðinni með alveg spáni á þátt, verið þið sæl.